Já, ég hræddur það. Þetta bara þann dagur. Þetta bara þannig dagur. Pingjan mætt með ykkur þennan þriðjudaginn. Þriðjudagur. Djúðlega þunnur. Það? Sjáðu. Ég... Sjást það? Já. Nei, ég þokkalegur í dag. Já. Og, já, þú líka vonandi. Já, ég bara góður. Jú, það er gott. Jú. Herru, það enn annar ársendingaþátturinn. Það bara rignir yfir með spurningum með þetta pól í samband okkar. Já, ég veit. En það bara á einn veg, eða ekki? Jú, þú veist, þetta byrja náttúrulega við tveir Pingjan. Já. Svo hann í apríl segir mig að Aron Móla vill byrja með mér og fara í nýtt podcast með mér. Já. Ég eitthvað, ekkert mál, komdu bara heim á kvöldin og svona. Svo ertu hættur að koma heim á kvöldin. Já. Og ég sé þig ekki á mótnana, því að þú ert komin í nýtt, þú ert komin í útvarpið. Já, ég reyndar, það vissulega rétt. Þú ert svona verðið eins og einhver ólífarnstjarna með nokkra maka og alltaf ég baklandið heima og borga leigun og reikningana. Ég vissulega komin á 3 vígstæði. Sitt uppi með skítinn. Já. Þetta bara póli. Já, þetta bara nútíma samfélag. Ég með vinni minnum honum allir plótir í brennslunni núna í 2 vikur. Já. Alla mótna. Að leysa af hann Ríkard og Kristínu. Já, þau eru að leysa þau 2 út. Já, í raun, sko. Þannig að það kemur, sko, maður í 2 manna stað. 2 manna stað. Já. Þannig, sko. Sagði Þórhallur hefur ekki að takast með á cost cut og lemja 2 flugur í einu höggi og fá hennan Arnar inn fyrir hinn 2. Já, ég var nú allan ekki vitna því, sko. Nei. Gæti verið að hann hafi sagt það. Tótó fucking grimmur, sko. Já, ég dýrka hann samt. Hann er nettur. Heyrðu. Úr fortíð skal framtíð byggja. Já. 7. sería, maður. Hún heldur áfram úr fortíð. Nei, hétt hún ekki eitthvað annað? Nei, ég var með... Jú, hvað sagði ég? Með fortíð skal framtíð bogna. Já, það ekki eitthvað þannig. Já, þú ræður. Þú bærið ábyrðu þessu. Þetta er óábyrgt að þér að vera að muna þetta, drengur. Heyrðu, nei, hérna þetta. Já. Sko, serían heitir Úr fortíð skal framtíð byggja. Já. En slóganið með fortíð skal framtíð bogna. Bogna, já, alveg rétt, já. Þetta er svona 7. sería. Þetta er 7. sería. Ok. Er ég velkomin við tækjónum. Iddi og Addi. Herru, það gerist nú eitt og annað í liðinni viku. Það er Payday maður. Námskeiði. Ég fór á námskeið. Ég er að læra. Það læra að bóka í gegnum Payday. Já. Og það er bara framtíðin. Það er það sem við erum að tala um, sko. Þetta er magna kerfi. Ég er búinn að vera alveg límdur við eitt. Já. Sko, ég hef nefnilega ekkert alltaf verið með bókaldspakkan, ég verið að viðurkenna það. Ég er meira fyrir að senda bara reikningana. Einmitt. Þú voru bókararnir sjá rest. Einmitt. En ég uppgreitaði mig í bara allan pakkan hjá Payday. Já. Og ég er búinn að liggja eins og límdur yfir afstemmingunum. Já. Þú hefur ekki séð þetta? Nei, einmitt. En þetta er algjör snilld, sko. Maður þarf alltaf að bóka bankan þegar maður er bókari. Já. Og ég er bara orðinn bókari. Ég er bara fann að bóka bankan sjálfur. Í dag geta allir orðið bókari. Já. Það er afkomið yfirvörun hjá Hörpu því að ég er að fara að henda henni bara út á hafsögur. Ég hræddur að prónendin sé nú ekki ánægð með þessi óábyrgu orð. Geta allir orðið bókarar? Já, það Prónend viðurkenndra bókara? Nei, ég er að tala um að þú lærir. Ef þú lærir með Payday eða bara ferð í nám, þá geta allir orðið bókarar. Klálega. En við minnum að sjálfsögðu á Payday. Já, og kíkja á þetta. Það er ekkert viti öðru en að fara bara í allan pakkan. Svolítið flott. Þeir náttúrulega, þú hleður bara inn bankanum frá bara heimabankanum, inn í Payday. Svo er þetta ándjóks, þetta er bara eins og einhverjum tölvuleik. Þú bara sér færsluna. Þetta er gamification. Já, sér færsluna. Já, býttu hvað á þetta aftur? Já, ristna, út að borða, tekjur. Þetta er alveg. Þetta er alveg snill. Þetta er steinleikur. Það er einhvern veginn verið að gera þetta bara fyrir almúgan, sko. Ég segi það. Og þetta lærði ég á námskeiði. Við erum neitt ekki með það. Ég held að þetta bara fara inn á Facebook og líka Payday. Þeir eru að posta. Þetta er svona vikulega. Það voru 2 aukanámskeið í síðustu viku. Þetta voru 2 námskeið, 1 aukalega. Og ég var hérna ásamt einhverjum 17 sultuhundum, bara drulluspakur. Já, varst þarna með sultuhundunum? Já. Það voru þetta trufluhundar eða eitthvað þannig? Nei, þetta var ekki trufluhundar, sko. Við vorum bara með sæta sultu á kantinum, 3 tímar og lærðum helling. Já, frábært, gott að heyra. Ný Payday vitt komin í mig. Hefur eitthvað verið að afstemma í Payday? Nei, lítið. Já, en ég er bara send út, sko. Ég geri það. En herri, fyrirtæki dagsins, þetta er svakalegu biti, þetta er múlakaffi. Já. Eins og einhverjir hafa orðið varið við þegar þeir klikkuð á þáttinn. Vá. Hefur ekki gert þetta stafarugl? Byrjum að gera stafarugl, þannig að fólk veit ekki hvað er að hlusta á fyrir að smellir. Já, eins og Verna gerði. Já. Sniðugt. Herru, svo verðum við auðvitað að minna á það, póstlistir maður.
Já. Hann alveg á bullandi flugi Já. Díbitu Pingjan, Facebook-hópur og svo postlisti inn á pingjan.is Við vorum með fyrsta jarmið síðustu viku. Já, það sló í gegn Það að taka LinkedIn með stormi. Einmitt. Og hvað fleira? Hver er að lofa einhverju þessari viku? Nei, ég held að það sé nú ekki gott að fara að lofa einhverju upp í erminn okkur Við erum ekki ennþá byrjaðir á fréttabrifinu næsta Heyrðu, Þannig að ég ætla að lofa. Nú? Þeir sem forvarda næsta pósti og sitja mig í CC, bara pingjan, ég dreg einn út og býð honum Dominos. Það er svoleiðis. 10 skall. Þú er að standa við On me, núna on me. Þú er að standa við það núna Ég hef aldrei svikið Dominos lovar. Það er gott Er það ekki bara... Jú, ég held að það sé Heyrðu, skemmtilegt þegar næsti póst kemur, forvarda á veginn, settu pingjan í CC og ég mun draga einn heppin út sem að fær 10 skrona Dominos gjábrif. Stórkostlegt Er það ekki? Það hljóma vel Ég held sér mjög gott. Já. Og að því sögðu, verðum við ekki þá að minna á, ákveðið. það er samt fínn dagur í dag að banta Dominos, en kannski góður á föstudaginn líka. Já, klálega, Dominos, bara Nýta sér ost og að ber. þriðjudagstilboð í dag Þannig að ekki hikka, panta í appinu eða síma og... Já, mjög gott, Ha. mjög gott. Herði, sko, múlakaffi Og nú einhverjir sem kannast við það Já. Við höfum náttúrulega vissulega fengið einhverja óskir það inn á Deep Into Pingjan Svo við létum nú bara slagstanda og ákvaðum að kafa aðeins ofan í þann rekstur Já. En einhver fyrirtæki, það á sér nú einhverja sögu það ekki Þetta er nú ekki stofnað í gæri, það? Nei, þetta stofnaði í fyrradag. Já, það var í fyrradag, já Ég var að reyna að muna það Nei, varst þú ekki með þetta? Stofnað 14. maí 1962 Já, af Stefáni já Ólafsinni Stefáni Heitnum og það sem, sko þessi múli sem margir er að velta fyrir sér, þetta er í hallamúla. Já Þetta er ekki Þetta er múli sem hallar Emmett og þaðan kemur múla kaffi. Skemmtilegt, já, þetta er náttúrulega í Halla Já. Það er nú kannski alltaf lægi að segja, bara rétt eins og í dag, þá byggir þetta ennþá sem grunnrekstri að fólk kemur þarna í mat Emmett og þeir gerur þetta heimilismat. Við varum nú að fara yfir það með einum áður. Hefur þú farið á múlakaffi? Já, ég hef nefnilega ekki farið, sko Já. En ég veit til þess, ég þekki mjög marga sem að borða þarna reglulega, sko Og ég veit að uppleggið með þessu var að þetta átti að vera svona eins og vera að koma heim í mat til mömmu Já, bara svona Það var mömmumatur. svona slangrið, sko Pirraði mig mest, þá var búið að segja mér að það var alltaf spilta löggur þarna. Já, En svo þegar hún mætir, þá var bara endalust á löggum. já það er bara góða lögur Já, ég held sér bara heiðvirðar og góða löggur, sko. En málið er náttúrulega, ég fann hérna frétt frá 2013 sem segir að hátt í 300 manns borði daglega þarna. Sem ég finnst ekkert svakalega há tala, en þetta er ekki stór salur. Þetta er nefnilega einmitt, ekki með Það myndina, sko kröktir ekki fyrir löggum þarna. Nei. Og ég trú ekki að það séu svona marga spilta löggur á Nei, Íslandi, þannig að ég held séu bara góða löggur þarna. einmitt. Það Og er svo- skrítið Svo las ég mér aðeins meira til það að sko hluti af business múlakaffi í dag fyrir utan að vera með mötuneyti þarna og veisluþjónustu sem að þú kannski kemur betur inn á Já, að þá þarna í gegnum þetta stóreldús þá reka þeir til dæmis mötuneyti víðsvegar bæinn einmitt og þetta er gömul grein en þá kom meðal annars fram að þeir voru með mötuneyti lögreglunar í Reykjavík þess vegna eru þeir svona heimakærir sko. Þetta er bara svona our thing Já, einmitt slökkulið, Eimskip, Tollurinn og fleira og þessar grein sem er reyndar að verða ansi gömul, held 7 ára gömul Já, þá voru þeir með 800 manns í fæði í gegnum bara mötuneyti sem að þeir reka já þannig að þeir eru svona food business, food service business Já, þetta er náttúrulega sko, þau eru að selja bara veitingar, marga vinnustæði, auðvitað. Já, Þú bara veist, með, já, bara- og svo eru matabakkarnir og Já, iðnaðarmenn bakkarnir, ég er að segja það, sko. Já. Svo náttúrulega má komin á það, þegar komið að rekstri veitingasta, nautól, kólabrautin í Hörpu, Já, eitthvað fleira. Við reyndar, þú hefur ekki komið á múlakaffi? nei, Fínn matur, ég hef farið að einu sinni. En við verðum nú, þú veist, við vorum báðir í HR. Hefði ekki mátt gera eins meira með nautól þegar við vorum hana. já, ég meina það er alveg pæling. Þetta var of high-end fyrir eitthvað svona háskóla líð. Ég veit það sko, láttu mig þekkja það. Ég veit, þetta er náttúrulega miklu ríkara lið í HR í dag, Já. heldur en við á okkar tíma. Þannig Það er alltaf búið að vera bullandi eignabóla sko. Já, ég meina, það er bara einhverju Rannar hver maður komið Rolex og í Gucci ból sko. öðrar í sálfræði bara, heyrðu það er gat, Já. stundarskrifni, Já. ekki fá okkur inn að sjampó. Já. Jú, tökum inn að sjampó fyrir starffræði. Þetta er bara svona Ég veit í það. HR. Þetta er bara raunveruleikin í dag. Já. Heyrðu, til að grafa svona En svo- aðeins meira skemmtilegt Já, en upp þetta. já, ert að fara í baksjóna sko, því að hann náttúrulega fer vissulega kaupir hérna keiluhöllina með þeim. Sko, ég er ekkert með það, Nei, en þeir eru inn í gleðipinnum og voru að selja það. Já, Ekki í þessum rekstri samt, nei, það er í gegnum annað. einmitt. Og ég var náttúrulega alveg eftir að koma inn að Jóhannes Stefánsson, Jói í Múlakaffi, Já. Living Legend í dag.
hann tekur sérst við reksturinn af pappa sinum 89 Já, einmitt en þetta náttúrulega kannski ekki elsti fjölskyldurekstur í Íslandi en örugglega með eldri fjölskyldu fyrirtækjum stofnað hvað, 62 segirðu? Já. Og við vorum með hérna hvað heitir það? Brynborg Já, það var stofnað hvað, 70 eitthvað? ég man það ekki, það var held ég eitthvað, neða, hvort það verið 60 eitthvað Já, ég man það ekki en Já, þú veist, ég held að það verið setna Já, pointið Örlítið að seinna. þá vorum við að segja heyrðu, þetta er bara gamalt fjölskylduveldi Já, Múlakaffi, Já, þetta er bara eldra það er eldra. fjölskylduveldi já, En nei, það er örugglega mikið svona gömul og góð fjölskyldu fyrirtæki Ég ætla að koma aðeins inn á þegar maður er ekki með svona alvöru djús einhvern veginn kringum þetta þá er lítið leyndamál í þessum veitingaheimi að það er að leita ekki á Google ok alls ekki fara á leit.is Æ, ekki finna gamla símaskrár æ ekki fara á já.is Leit.is ekki fara á bland Já, farðu bara beint inn á veitingageirin.is já, er það svona Já, fyrir þar lengra fór ég, komið, já þú veist, þetta er ekki djús, þetta er sulta Já, Þetta er bara já. sigursæð, rabarbara sulta sem þið bjóðu upp á Ok, Og ef maður skrifa múlakaffi þar, þá finnur þú fyrirsagnir eins og egg og sinneb ekki tilgreind á Þorrabakka og múlakaffi Þarna var hafari það skellur Það var búið upp á Allt orðið frískil og þeir glemdu að segja að það var egg og sinneb Já, herri þessi síða Já. Einmitt Þetta er old school, sko Já. Svo er hérna árlega frétt sem er múlakaffi hagnast XX Já, einmitt að sem bara var þetta 150 eða 200 miljónir Já. því að þetta er mallandi peningavél Við komumst að því á eftir Já, og svo hérna síðasta sem linkaði reyndar yfir aðra frétt frá Vísi Svona síðasta, sko, múlakaffi með hreðjatak á ráðhúsfólki Já, það var hafari Já, og það var segast annar veitingamaður að gaggrina háan kostnað við fundi hjá borginni, Reykjavíkurborg og þar kom fram að þau voru með fundkostnaða meðaltali upp á 360.000 krónur Shit, já, árið 2019 já Þetta var ári, ég man eftir þessari frétt Það er kampavín og jarðarberju upp um allaveggi Já, ég veit ekki hvað var Nei, að ég sagði nú flyttum við í Kópavog kaviar, já 2019, við bara fluttum, við letum ekki bjóða okkur til lengur Nei, einmitt Smá lokamóli, það er líka grein þarna Þorrafund KM frá árinu 2010 Já, og þar kemur fram að undrakokkurinn úr múlakaffi sjáum veitingarnar Svo er talað um eitt Það er talað um stýrivaksta kokkana Úlf Eysteinsson, Bíddu nú Úlfar við. Eysteinsson og Tómas A. Tómasson nú er að útskýra þetta betur Já, ég var einmitt að hugsa, það er Já. ekkert með ekkert nema hvað Stýrivaksta kokkur Já, einmitt Hvað er lít Hvernig færið nafnbót? þetta? Hvernig færið þetta? Ég þessa fann nafnbót? þetta á veitingagerinn Já, maður en af hverju heita þér þetta? Já, þú veist, það er það Fylgir sem ég er það að eins velta upp hérna Já, Hvað já. er lít nafnbót er þetta fyrir kokka? Já, Og ætlaði að séu til fleiri skemmtileg svona nöfn í já, veitingagerinn það er góð spurning Sko, það er stýrivaksta kokkur Stýrivaxtakokkur. Ætlaði að séu verðbólguþjónar, Já, svo er það samdráttaþjónar Já, Gengisvaskarar, einmitt ekki gengisbraskarar Sveiflujöfnunar eitthvað Já, sveiflujöfnunar, Sveiflujöfnunar, móttöku, einmitt Já, nei, ég veit það ekki Já, það þarf að finna Það þarf að finna eitthvað til þessu En sko, bara svona öllu ganni sleftu Þetta er náttúrulega bara annarlaðir veitingamenn sem er í þessu Já, og þeir eru gestrirsnir og ekki værið þú til í að giska á hvaða gesti þau hafa tekið á móti meðal annars í gegnum annað félag sem ég var svo sem ekkert að fletta upp já en þau eiga sér satt sumabústæðin sem að er bara svona The Millionaires Club og Hvað hétt þetta aftur? eitthvað Trophy Lodge eða eitthvað Já, já. Happy Lodge Vil ég gíska? Trophy Lodge Ég náttúrulega veit að Bill Gates Já, hefur gett sér heimakernað þarna já, fyrir eða eftir skilnað Fyrir bara, segjum Já, það já, flott Já. Það, hjá mér er alltaf að tala um before En það eftir, Bill Gates skilnaður já, einmitt Já. Það er svo Bara Já. eitthvað svona eins og þú sagðir um helgina Ég hef ekki verið svona þunnur frá því að Bill Gates skildi Já, akkurat Já. Heyrðu, annar, Bill Gates, það er rétt Já. Söngkonan Beyoncé Knowles og rapparinn Já, Jay-Z einmitt, þau voru þarna já. Svo er líka bara að tala um að þetta er það prestige að allt það fólk sem kemur hérna og vill ekki að þú vitir á því Já, það er bara vasast þarna í einhverjum engarflugvélum og þyrlum Já, já. og þetta er eitthvað svakalegt lodge Hvað eina? Að lokum, eins og kom inn á, þú veist, þetta er bara veitingarekstur mötuneyti veisluþjónusta sem Já. mjög stórt þau eru inn í gleðipinnum þú varst kannski með einhver frekari deili á því Já, það er ekki samkvæmt ásækningi 21 sko Nei, Já, þú veist þetta er í rauninni sko, þetta er samstæða já, vissulega. akkurat Og það er þarna fasteignafélag og svo önnu veisluþjónusta sem að við komum nánar inn á bara á eftir
Já, en sko út af því að ég stökk sko af stökkpallinum í grunnulaugina og brákaði bein í yfirferðinni, þá ákvað ég að taka mig til og vera bara með meiri samantekt á eftir, þannig að mín söguskoðun ekki upp á 10 fiska þennan þriðjudaginn. Þetta bara flott, ég held að hlustendur séu margsvísari eftir þetta. Já, ég veit svona 10 kokka sem að fara að segja, já, ég stýrivaktakokkur. Já, nú byrja það að trenda. Já. En sko, ég ætla aðeins að fara með ykkur yfir, skal ég ykkur segja, rekstarsöguna. En sko, tölum aðeins eitt með gleðipinna. Tölum bara mannamál. Þeir eru náttúrulega múlakaffir ekki inn í því, sko. Tölum bara mannamál. Gleðipinnar fá að saminast Foodco. Já. Það frétt, já, átt ekki við, ok. En múlakaffi var einhvern tímann inn í því. Já. En ekki lengur. Ok. Er það nokkuð það? Nei, ég skal fara í að finna það. Tölum bara mannamál. Já, ok. En það allavega ekki samkvæmt samstæðu. Það var bara það sem ég fór í hérna. En aðeins eins og ég sé, yfir rekstarsöguna, sko, fyrirtækið Múlakaffi EHF, þetta er í fullri eigu Jóhannesar Stefánssonar sem við nefndum áðan. Sonur Stefáns heitins, tekur við reksturum 1989, Jóhannes, eftir bara ótímabært fráfall föður hans. Og hefur rekið batterið síðan þá. Ég er með þetta. Ok. Við komum inn þegar gleðipinnar saminuðust þegar keyptu ráðandi hlut í Blackbox. Já. Jóhannes Stefánsson og fjölskylda voru inn í því. Blackbox. Athyglisvert. Athyglisvert. Tölum bara mannamál. Tölum mannamál. En já, dreipum aðeins bara örstutt á rekstarsögunni, aðalega þá bara svona síðustu ár. Þannig nú það, sko, COVID lék Múlakaffi grátt, skilur vissilega alveg sturlaðri ákomin á 2021, en 2020 var dálítið strempi hjá þeim. Já. Var 50% samdráttur á tekjum milli ára, fara sko úr 5,6 milljörðum í veltu 2019 niður í 1,3 miljard 2020. Og við höfum náttúrulega verið að sjá það í þessum yfirferðum okkar að mörg félag komu bara mjög vel út úr COVID, og það hefur ekkert verið óalgengt að sjá bara massífa tekjuaukningu hjá fyrirtækjum. En það verður ekki það sama sagt veitingageirann, sem fékk auðvitað að finna vel fyrir því og hvað þá, þú veist, veisluþjónustu fyrirtækin. En Múlakaffi er náttúrulega líka þekkt fyrir þessa veisluþjónustu og samkvæmt sýnin þeirra er hún stærsti parturinn í þeirra rekstri. Já, akkurat. Þannig að, sko, samstæðan var að velta hefur verið að velta yfir 2 milljörðum árlega frá 2014 og til 2019, en metárið þeirra einmitt 2019. Þetta hefur nefnilega aðeins farið niður skíðabrekkuna, má ekki segja það? Nei, eða þú veist, það er náttúrulega það sem gerist bara COVID, sko. Já. Þú veist, frá 2014 til 2019 eru þau að velta yfir 2 milljörðum, já. Og svo náttúrulega kemur COVID sem var skellur fyrir þau. Samdrátturinn er 1,3. Eitt rosalega sérstakt, sorry. Já. Ég fór á smá skrall helgina. Já. Og það var engin með grímu. Já, nei. Já, er það búið það? Já, ég mætti með grímu. Já, það sjálfsögðu. Ég hafa litið á mig eins og fíbl. Og gúmmihanska og allan fjandan. Já. Við erum svolítið sérstætt. Ég held að við erum komið lengra sem samfélag. En sko, þetta ár 2019, það var, eins og ég sé, metár, velta 2,6 milljörðum en er hagnast 343 milljónir króna, sem er náttúrulega bara galin upphæð. Þannig, sko. Þetta er mjög myndalegu veitingarekstur. Já, ég meina þau ætti jáfnvel bara róði í First North skráningu meðan þessa tölur, sko. Tjúvill var það gaman. En ákomin hefur þó ekki alltaf verið svona öflug hjá þeim. 2017 og 2018 var afkoman 75 og 81 sem sagt í þeirri röð milljónir. Kannski rétt að taka það fram áður lengra en haldið að ársreikningur sem ég er að fara að skoða, það er, þú veist, bara allir þessar ársreikningar eru samstæðureikningar. Já, ég var einmitt að fara að hendi í einspurningu sal. Já. Allar að taka samstæði að móðufélag. Já, ég tók samstæðuna. Já. En sko, þetta er þannig skipt að félagi Múlakaffi EHF, það er móðufélag Kvörnin EHF, sem er fasteignafélag í 100% eigu. Svo er það KH Veitingar, sem er veisluþjónustu í Hörpu. Þar fer Múlakaffi með 75% eignarhlut. Þannig að já, þetta er í rauninni þessi tvö félög sem eru þarna sem eru þarna undir, sko. Já. En
þá það nýjasti ársreikningurinn 2021 og það var nú hörku ár hjá þeim. En sko, við skulum byrja bara á rekstrarreikning og sem fyrr þá höfum við hann í boði einhvers. Og hann í boði Keldunar í dag. Já. Og sko, nú ég bara með Excel-skjalið fyrir fram mig, beint frá Keldunni. Og ársreikningar á Excel-formi. Þú veist, því líka munaður, sem það er. Já. Að geta bara, sérstaklega eins og bara með okkar yfirferð, að geta bara fengið árin líka aftur í tíman, þetta er svona yfirlit. Já. Svo gerir bara greininguna svo einfalda. Ja, þetta auðvitað bara snilda tól. Mjög þægilegt, ef þú ætlar að reyna að vera greinandi á markaði í dag. Já. Eða bara vilt nýta þér að fá aðeins betri þekking á ársreikningum. Já. Þá ertu að spara hellingstíma. Já, þetta er helvíti mikil tímasparnaður. Afsakið orðbragðið. Þetta er bara no-brainer. Já, en annars bara bullandi uppgangur. Ég hendi kannski bara verðmat núna, svona fyrst við erum að ræða þetta. Er það ekki? Jú, ég ætla að ná verðmat í boði Keldunar. Já. Já, hafðu það ábyrgt. Já. Herðu, við þökkum Kelduna sjálfsögðu kærlega fyrir og viljum kannski auðvitað minna á það að það er frí pröfu áskrift með kóðanum Pingjan til 31. október. Það með eitt skráning. Eftir það, já. Ég held að hann hafi sagt við ætlum ekki að taka inn fleiri 1000. Fleiri 1000 fría, þá hættum við. Þannig að drífum ykkur skrá okkur. En til 31. október, þannig að endilega nýtið ykkur það og kannski réttast að minna á það að þið þurfið að segja upp áskriftinni ef þið hafið ekki á að halda áfram með hana. Já. Nú, þá það tekjur og sko tekjur samstæðunar 2021, þetta eru rúmar 1800 milljónir króna. Já. Sem auðvitað slatta vöxtur hérna frá 2020, þetta er 37,5%. En eins og ég nefndi hérna áðan var 2019 þeirra besta ár með 2,6 milljónar króna veltu og því svona þokkalega langt í land þar. Í raun þetta svona 30% samdráttur frá því ári en ég finnst ekkit ólíklegt að 2022 muni koma til með að vera bara á svipum slóðum og 2019 sko. Því að náttúrulega gleymist að 2021 var auðvitað líka, þar var líka hérna sko við vorum, já þú veist, það voru ennþá, hvað kallar maður þetta? Jesús. Hvað er? Veirusýkingar. Nei, hvað kölluðu þeir þetta? Sýkingar, sjúkdómar. Já, það rugglaði mig svo mikið núna sko. Hvað kölluðu þetta? Ertu að tala hömlun? Já, þú veist, hvað er hömlur? Vextir. Hætt að ruggla mig, þú bara segja einhver orðið þetta. Já. Bara hérna. Ertu að tala takmarkanir? Takmarkanir, já, eða eitthvað svona, já. Akkur sagður það ekki strax? Þannig að þú veist, 2021 og mér minnir að byrjun árs 2021 hafi bara verið nokkuð erfitt fyrir veitingageina líka, sko. Þannig að þetta er ekki alveg 100% ár hjá þeim. En eru samt að gera vel, eins og ég segi, 800 milljónir, 1,8 milljarður, sem er bara stórfínt. Nú, kostnaðarverð seldra vara og þetta fannst mér áhugaverð stærða að skoða. Koksið okkar góða. Það er 661 miljón króna sem gerir tæplega 173% álagningu. Já. Sem að mér finnst helviti gott er að ná að smyrja þetta vel ofan á sko álagningin hefur samt verið svona heldur breytileg á milli ára. Sem dæmi var álagningin hérna 2019, það var 207%. En svo ekki nema 144% í fyrra sko. Á ég að gefa þetta árið 2020. Já, á ég að gefa þér strax fyrsta samanburðin. Já. Ég tók Laugás, mér hafa sagt að þeir varu öflugir í svona old school veisluþjónustu. Já. Og Númi veisluþjónusta sem er svona the new kids on the block. Já, ungir, feski, kokkar. Riða sér til rúms. Já. Og þetta eru bara pjúra veisluþjónustur? Þeir eru bara pjúra veisluþjónustur, þannig að kannski pínu brenglaðan samanburður. Já. En vonandi verður okkur fyrirgefið það. Laugás, 332% álagning. Já, ok. Og Númi 200%. Já, ok. Ég held reyndar þegar ég segja, Laugás, þetta ekki gamli veitingastæðurinn inn í Laugardalnum, þar sem að Skúber. Já, takk. Það er bara fugl á þig. Ég get ekki svarað þessu. Nei, það er rétt. En ok, þetta er áhugavert. 300%, það er nokkuð vel gert. Já, akkurat. En alla jafna finnst mér þetta frábær margina hjá þeim, bara er að ná að leggja nokkuð vel á en eins og ég segja, kannski bara varast að skoða þetta út frá bara veisluþjónustu, þetta er hybrid. Já, það blandast inn í. En herru, þá dembum okkur hérna í launin og meikar ekki einmitt sens að það sé aðeins hærri álagning á veitingarekstrinum. Þjónandi borðs. Jú, ég myndi halda það. Þú nærð þessari hagkvæmni væntanlega í veisluþjónustunni, klálega. Það er allavega, þú veist, mín pæling sko. Herðu, hvað launin varðar, þá eru laun og launatengt gjöld samstæðunar samtals 507 milljónir króna. Það er 28% af tekjum rúmlega. Og
það klálega langt betra heldur en gengur og gerist í matsölugerinu sko. En það eins og ég segi, þú veist, þetta svona hybrid módel af veisluþjónustu og matsölustað. En allavega 507 milljónir í laun og launatett gjöld og af því fara 446 milljónir í hreinlaun. Hjá samstæðinu eru stöðugildi að meðaltali 60 manns samkvæmt ársreikning. Wow, það er bara sama og ég skrifaði hjá mér. Já. 60. Voru ekki bara að lesa sama reikninga? Jú, erum við að lesa sama ársreikning. Það gerir allavega 620 skall meðaltali í laun á mánuði per starfsmann, sem bara flott meðalaun. Ekki við neina kvarta þar held ég. Varstu eitthvað að taka þetta hjá samkeppnisaðilunum? Já, ég nú reyndar sko, ég fer aldrei í þetta. Ég tek upp á starfsmann. Já. Og þetta gerir einhverja tæpa 30 milljónir á kjaft hjá Múlakaffi. Já. Sem bara þokkalegt. Það er bara ekki það slæmt. Nei. Laugás með 20. Það eru 12 starfsmenn á móti sko. Þannig að þeir eru með einhverja 20 á kjaft. Okay. Þannig að ég myndi segja að Múlakaffi væri bara gera ansi gott. Já. Hjá Númi þá fann ég bara ekki nákvæma tölu. Ég setti, ef þetta eru kokkandi 3 sem eiga þetta allt árið, þá eru þeir með 50. Því að þeir að velta 150 milljónum, 50 á kjaft. En ekki eðlilega að þetta séu kannski 5-6 svona heilt yfir. Þá þetta svona slagar í 20-30 milljónir. Svona meðaltala af hinum tveimur. Já, það spurning. Já, svona fabuleringar. En svo það náttúrulega Pingjustaðallinn, Cox plus laun. Það metrik sem við höfum verið að skoða daldið og hér stendur sá staðall í 64,8%. Akkurat. Þetta er rauninni kostnaðarverð seldra vara plus laun, bara deilt með heildartekjum. Það er 64,8% sem og það er eiginlega bara lígilega gott með veitingarekstur held ég. Ég verð að segja sko, eftir þennan þátt, við erum nú með einhverja dagskrá hvað við ætlum að taka. Ég held við verðum að taka fleiri veitingastæði bara svona til aðeins að dýfa okkur. Já, einmitt að skoða þetta. Múlakaffi, top of the league. Ég held að þetta sé frábær hlutfall sko. 64,8 í þessum metri Cox plus laun sko með að við matsölugeran sko. Já, Laugás náttúrulega voru að taka góða álagningu, þannig að þeir eru 55%. En með 3% stærra launahlutfall. Og Númi 69% sko. Þannig að en samt þau eru öll undir 70. Já, og það er greinlegt að þú veist þessi veisluþjónusta bara, þú veist þetta þessi segi matsala versus veisluþjónusta, þetta ekki það sama. Nei, akkurat. En þú veist, við höfum verið að skoða skyndibitastaði sem eru kannski bara með 60% launakostnað, skilur. Eða kannski skyndibita bara matsölustæði, veitingastaði. Akkurat. Þannig að hérna hvað er svona besta veisla sem þú hefur farið í þegar hefur verið svona veisluþjónusta? Ég veit það ekki maður. Hvað, þú veist á maður að þekkja það? Nei, bara þú veist, er eitthvað minnistætt? Þetta eru veitingar frá þeim hérna? Já, ég bara velti eitthvað minnistætt? Nei, ég veit það ekki. Nei, Varst þú í þessu Arjón teiti þetta árið eða? Nei, hvað var það? Nei. Varst þú þar eða? Nei. Áttu við gamla Arjón, áttu við Kaupþing? Nei. Áttu við bara fyrir hrun? Ég er kannski bara eitthvað að láta mig dreyma. Nei, heyrðu, sko já, Cox plus laun, flott, toppmálu þar. En eins og ég sé, þetta er blanda, þetta er hybrid módel. Þannig að það er væntanlega nást eitthvað svona hagræði með veitingaþjónustu anganum þetta. Ég myndi halda það svona, ég er ekki miðill. Nei. Þórhallur, miðill. Nei, þar að síður hann sko. En herðu, EBITDAn, stórkostleg hjá þeim, 302 milljónir, sem er meira þess að hærri EBITDA en 2019, þar sem þau voru með 266 milljónir. Og framleiðin er 16,8% og ég sé ekki betur en að þetta sé bara hreinlega þeirra langbesta EBITDA-hlutfall í einhver tíma, að minnst eitthvað síðan 2017. Já, og sko, það má eiginlega segja að EBITDA-hlutfall þessa fyrirtækis rammi inn það sem sagt er Jóa, Múlakaffi. Hann er fastur en sanngjarn. Já. Það er dálítið Jói. Og þú veist, hann er greinilega með mjög föst tök á rekstrinu. Já, það er nokkuð ljóst. En þú sér það á álagninguna, hann er sanngjarn. Já. Þetta er minnst álagningin. Allan að miða við hinna, sko. Mér finnst það samt góð, mér finnst það svolít álagning, sko. Já. En, herru, þá er það afkoman sem allir eru búin að bíða eftir. Er tilbúin? Já. 198 milljónir. Já, við erum bara með sömu tölu fyrir það. Ég er ekki náðu. Nei. Ég held að þetta sé þeirra besta bara afkoma frá upphafi. Fyrir utan að 2019, sko, við nánari rannsókn þar kom þó í ljósa að þar spilaði hagnaðar á sölu hlutabréfa, stórt hlutverk. Já. Þessi rekstrareiningur hjá þeim hérna. Kom eitthvað fram hvað það var eða? Nei, það er ekki mikið verið að útskýra í þessum ársreining, sko. Stundum fáum við bara ársreininga þar sem er bara allt niður njörfað, sko. Já, eða þú ætti bara að lifa þér að hugsa, þú veist, hvað var þetta?
Ég veit ekki Ef þú hefði verið Jói 2019, hvað var maður að selja þá? Förum fjórfaldagírun í play Seljum í 22 Þetta er náttúrulega 2019 sko Já, þá hefur hann verið að sjorta vá eða eitthvað Já, örgulega, það er ekki gælum pæling En eins og ég sé, rekstrarreikningur 2021, þetta er bara listaverki líkast stórkostlegt ekstra ár hjá þeim hérna og þetta er 11% hagnaðarhlutfall þannig að þau hérna geta fagnað þessu vel og lengi þá skulle þið bara demba okkur yfir í efnahagsreikningin og hann er í boði Landsbankans í dag Já og þau halda náttúrulega út í þessum postlistum bara með alvöru greiningum og fróðleiksmólum sem að þetta er verðt að fylgjast með En þú, kæri hlustandi, ert núna að hugsa hvernig ósköpunum þú er að byrja að koma þér inn í heim fjármálana þá er hagsjáin og vikubyrjunin hjá Landsbankanum mjög öflugt tól Sástu hagsjána í gær eða? til þess Varstu búin að sjá þetta? Ertu að tala um Kortaveltuna? Nei, ég skal sína þetta er mynd vikunar Heyrðu, Una hérna, það er hérna 10% verðbólga allir að halda sér höndum, við erum brjálu við matvælaverði Hvað allir sé að gerast hérna í kortavelt Íslendinga? Viltu sjá helvits aukninguna í ferðaskrifstofum? Ég sá þetta, en þau gáfu náttúrulega út sko hérna þau eru Sko hvað er þetta? Þetta er sko þau gáfu 2 í síðustu viku 150% aukning í kortaveltu Íslands reyndar á milli ára, það meika Þetta er allavega dæmi bara þú veist Nei, þetta er samanburður við 2019 Þetta er nefnilega stórmerkilega tölur Ég held að það hefði verið 21 En þið sjáu það, þetta er öflugt tól til að vera bara með allt á tæru Já, þetta er Og þessi postlistar basically sumir allt upp sem þú þarft að vita bara hverju sinni til að vera on point Já Þannig að það er bara landsbanki.is/postlistar Já, skrá sig, þetta er jartengi mann Núna Jartenging, takk Herðu, þá er það efnahagsreikningur samstæðunar og þar byrjum við á eignum sem fyrr Og eins og einhverju vita, þá skiptast eignir oft í fasta fjármuni og veltufjármuni Fasta fjármunir, byrjum þar, það eru 843 milljónir króna. Og hvað myndir þú svona halda að væri stærsti hlutin þar? The goddamn real estate. The goddamn real estate. Ég hefði nú haldið það, að sjálfsögðu. Það eru fasteignir. Og eins og ég nefndi á hann, þá er fasteignafélag í samstæðunni, það er Kvörnin EHF sem að heldur sérstaklega utan fasteignar og þetta er náttúrulega ekkert óalgengt að sjá þegar félagi komið á þessa starra gráðu að það flytur fasteignir yfir á sér fasteignafélag. En, samt innan samstæðunar Samt innan samstæðunar Það er líka alveg ofta að þetta standi bara oft sér sko Já. Það er allur gangur á því svo sem En fasteignir samstæðunar þær eru á bókfærið virði 415 milljónir rúmar En það er alltaf búið að afskrifa heilan helling Fasteigna mati stendur í 675 milljónum sem er kannski nærri raunvirði Svo var eitthvað brunabóta mati yfir miljard sko En þú veist, ég bara veit ekki nákvæmlega hvaða fasteignir þetta eru En samkvæmt ársreiningi hérna frá Kvörnin EHF það er fasteign í Ármúla Já, ég var einmitt að fara að segja, það er bara skilgreint sérstaklega Það er ekki talað Ármúli, það er ekki talað þú veist Nú með hvað? Nei Já, meina það Þannig að það var eitthvað annars í þetta Vörðás eða ekki? Nei, Brattás Jú, svo er hérna Vörðás Já Það eru líklegast bústaðirnir Já, getur verið Já Það var allan eitthvað svona bústaðarhverfi Já Hendum þessu En svo er það hérna líka tréstaðir og miðhús Þetta eru 3 flokkar Það er Ármúli, það er Vörðás og svo tréstaðir og miðhús sem er 3 Já En byrju, fasteign í Ármúla Já Er ekki ágætis líkur á því að það sé bara veitingastaður þeirra Hallamúli En það er Hallamúli Já Þannig að ég skil ekki alveg af hverju stendur þetta Er þetta stendur ekki í Ármúla eða? Ég ætla ekki að segja það Nei, ok Ég var samt að muna hvað er uppáhalds veislands ég fari í Já Það er þeirra að vera að bjóða upp á jommuna Já Það er náttúrulega langbesta veisluþjónusta Já, ég er sammála því Auðvitað það best Já Ertu búin að panta þér hlaðborð fyrir jólin? Heyrðu, ég þarf að heyra í kópa Já Ætlum maður að komast inn eða? Já, ég held ekki Nei, ég ætla bara að segja Jafnvel þó að þú sért með púl núna í dag Já Náttúrulega, við erum í samstarfi við Jónfrúna Já Þá er ég ekki einu sinni vissum á að komast að Það er bara orðið það tróðið sko. Ég meitt á hann Ég segi, ég tek nokkra spilt á löggum með mér Já Þá leipur hann mér inn Það er ákveðið repp að vera með spilt á löggur á veitingastanum Ég held það Ég held að skipti engu máli þó þú settir ráðherra eða einhver Jón Jónsson út í bæ sko. Það er bara orðið fullt í miður Já, ég veit það Líklegt sem það ráðherra séu búin að bóka hérna fyrir jólavertíðina Já, jómuna Já, ekki spurning En Jónfrúin,
þetta bara unaður í hverjum bita. Já. Þakka þeim kærlega fyrir samstarfið. Mjög gott. En Styttist síld. já, styttist í hana. Já. Síldavertíð. En hvar vorum við? Já, við vorum með fasteignar hérna. Já. Já, en það stendur allan í Ármúla. Þau eiga fasteign í Ármúla, þetta kvörnin EHF. En því miður eru bara engar frekar í útskýringar á þessu, en ég gerir þó fastlega ráð fyrir bara eins og ég segi að já, nei, þetta er ekki eins og ég er að fulla þetta er Hallamúli, þú veist, þetta er svo skrítið, af hverju ætti að eiga fasteign, af hverju myndi ekki eiga fasteigna bara í Hallamúla? Veistu hver er þið tekin svona úr jafnvægi eins og þú við að horfa á hana nefnaðarsreikning? Kötturinn Kaldaljón. Já. Ég verð að fá þetta, ég verð að komast í þetta. Ég afsaka þetta, en eins og ég segi, en við vorum vissulega með þessar kenningar Vörðós og það væri sumabústa hverfið þannig. Já, alveg rétt. En allan áfram með smjörið. Restin af fastafjármunum, þetta er bara eitthvað klassískt, það er bifreiðar, innréttingar, áhöld og tæki, þetta er fyrir 176 milljónir. Svo eru hérna áhættu fjármunir og langtíma kröfur og undir því skuldabréf fyrir 245 milljónir. Já. Ætli þetta sé skuldabréf í Vá? Hvistla skuldabréf þekki ég ekki því miður, en hérna ólíklegt að það sé skuldabréf í Vá er. Já, það var örugglega búið að afskrifa þetta. Já, en svo er það hérna að lokum eignarhlutir í félögum og eins og ég kom inn á hana, þá er þetta fasteignafélagið Kvörnin og svo er það KH Veitingar EHF. Svo er hérna Happ EHF sem er í 33,33% eigu KH Veitinga sem að slætar inn á samstæðan líka. Og já, það er sem sagt í rauninni í eigu félags sem er í eigu Múlakaffis. Hvað gerir þetta Happ? Þetta er svona hérna... Sorry, ég skal bara... Já, þetta er svona einhverju skammtar, sko. Ég veit ekki... Happ, matur á með tíma. Já, eru í þessu. Fæst í verslunum Krónunar. Já, þú séð það logo. Heyrðu, þetta eru held súpurnar á það. Já, einmitt. Djúvill er hann sniður, er hann í þessu? Já, hann er rauninni í gegnum KH Veitingar. Já. Þau eiga 75% í KH Veitingum og KH Veitingar eiga 33%, 33,33 í Happ. Já, þau hafa farið í samkeppni við Eldum Rétt þarna. Í raun, já. Ok. En herðu, kíkjum þá örstutt hérna á veltufjármunina. Þeir hljóðu upp á 630 milljónir. Þar eru byrðir 44,7 milljónir króna. Og þá náttúrulega verðum við að kíkja á velturhraðan. Já. Hvað myndur þú svona halda veltur... Já, þú ert kannski með þetta? Nei, ég ákvað að fara ekki í þessa sálma. Já. En það er velturhrað upp á 16. Ok. Og það þýðir í rauninni að sko, biðtími er 22,7 dagar. Þannig að sko, hér er rauninni velturhraði 16. Hér er verið að rúlla lagarnum 16 sinnum, eða byrðunum 16 sinnum á ári. Akkurat. Og með 22,7 daga millibili. Náttúrulega með ferskvöru og... Já, ég er svona, er þetta ekki dálítið mig, að þú veist? Svolítið hátt? Nei, svolítið lágt. Eða velturhraðin, sko. Hefur maður ekki haldið að þau ætti að vera aðeins herri? Rúlla lagarnum oftar en 16 sinnum á ári? Já, það fyrir... Með að þú ert með... En þú veist... Kannski er þetta bara allt frist og... Já, þú veist, ég var að fara að segja kótaletur í raspi. Já, þetta endist að eilífa. Já, þú veist, kaupir það ekki bara einu sinni á áratug? Já, einmitt. Bara... Er ekki verið að fara að henda einhverjum frosnu lambakjötskámum hérna úr landi? Já, einmitt. Ég tek þetta bara og selda næstu 10 ári. Já, þessu velturhraði matsölustæði er náttúrulega yfirleitt í svona herri kantinum, sko. Já, hjá verslunum, en veitingastæði. Við þurfum eiginlega bara að dýfa okkur í þetta, sko. Já, við höfum ekki verið nægilega mikið í. Tók náttúrulega mandi og... Já, skemmtibiti. Já. Þú vantar svona eitthvað rótgrói veitingahús. Já, eiginlega bara veitingastað. Ég held að það sé alveg komið tíma á að taka það. Ekki bara taka Jómfrúna? Tókum náttúrulega Lings líka. Já. Já, en við þurfum að finna eitthvað... Sendu okkur einhverja hugmyndir af veitingastöðum. Já, það var skemmtilegt. En hérna, veltufjármunur, já, það eru byrðir, velturhraði, biðtími, allt komið. Stærsta stærðin samt hérna undir veltufjármunum eru viðskiptakröfur og greiðslukort 259 milljónir. Skulum ekki velja lengur á því. Svo koma þetta markasverðbréf 176 milljónir króna. Já. Sem þau eru að kaupa hérna á þessu árið 2021. Og það er náttúrulega spurning, er þetta Íslandsbankaútboðið eða hvað? Já, ég var að sitja okkur hérna í einhverjum stellingar. Ég held þetta sé fjórföld, gírun í play, selt upp í topp. Heldur það? Sjóta í sér. Heldur hann að vera að gíra sig inn í play? Já. Ok. Fjórfaldagírun. Já. Síldavensluna. Já, fangst. En allavega markasverðbréf fyrir 176 í miður, eins og ég segi, það er ekkert útskýrt í hvaða félagi þetta var. Nú, svo er Hambert Fé sem þau reyndar kalla þetta sjóðir og bankainnistæður. Það er upp á 114 milljónir. Flest annað þarna er svona frekar óspennandi. En eignir eru þá samtals hérna tæpur 1,5 milljarður.
nokkuð bara vel drift eignasafn, það skuldabrif, það hlutabrif, það fasteignir, það sjóðir, það cash og eignahlutur í félögum. Það verður ekki mikið dreifðara, sko. Nei, það væri gaman að sjá... Kannski crypto? Já, þú veist, það væri gaman að sjá rafmyndir. Já, kannski að það sé bara undir sjóðum hjá þeim, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Herriði, þá er það bara skuldirnar. Þau eru bara nokkuð vel stödd hvað skuldirnar varar. Móðurfélagið sem slíkt langtíma skuldlaust. En fasteignafélagið, Kvörnin EHF, það ber ábyrgð á öllum langtíma skuldum samstæðunar. Og hvað gott fasteignafélag án gírunar, sko. Þið eru hérna langtíma skuldir fyrir 175 kísukúlur. Svo skamtíma skuld. Þú ert að fara að taka þann, þetta ekki bara þokkalega lágt skuldahlutfall? Jú, ég bara kem inn á hérna rétt á eftir. Sko, skamtíma skuldirnar, þær eru samtals 406 klessur og þetta bara þetta venjulega viðskiptaskuldir, aðra skamtíma skuldir og jari. Skuldir við tengda aðila hérna 65 milljónir og af því eru 54 sem að móðurfélagi skuldar Jóhannesi sjálfum. En samtals þetta 585 milljónir sem að samstæðan skuldar og það ekki nema 39,7% skuldarhlutfall. Já. Og hefur verið að fara svona talsvert batnandi með árunum, voru í 61,5% hérna 2017. Hefur bara lækkað frekar hratt milli ára. En það eitt sem ég ætla ekki að gleyma. Nei. Og það skammtíma greiðsluhæfið. Veistu ég ætla að gleyma því eða? Nei. Aldeilis ekki. Ég veist ekki. Það veltufjárhlutfall 1,55. Lausafjárhlutfall. Þar tökum við byrðirnar út 1,45. Já. En þau eru alveg vel í stakk búin til að mæta skammtíma áföllum, sko. Gíra sér smá og greiða út arð. Já, bara if you like. En allavega, og þau voru í rauninni bara þegar COVID skall á, bara nokkuð vel stödd hvað það varðar. Þannig að hérna, það í rauninni varði ekkert vesen á því. Sorry, talandi arðinn, þú ert eftir að fara í sjóströmmið? Já, ég að fara núna bara í arðinn. Ok, hvað er með það? Bara strax? Já, sko, ég ætla bara strax. Ég ætla náttúrulega fyrst bara að dreipa aðeins á eigifínu. Þau eru auðvitað bara í topp eiginfjárstöðu. Þetta eru 888 milljónir. Af því eru 874 milljónir í óráðstafið eigifjás og það auðvitað hægt að pumpa út arði hérna. Og talandi arðinn, því að við erum, þú krefst svara. Það ekkert sem bendir til þess hérna í ásækningum að arður hafi verið greiddur út. Síðast voru það hérna litla 40 milljónir 2019 en ekkert síðustu 2 ár, sko. Ég nefnilega, sko, ég með eina pælingu með arðinn. Það gæti verið sama með þetta og marga aðra veitingastæði að nú eru þau í gulllekkjum ríkisins. Þú sér þarna aðra tekjur. Einmitt, já. 44. Ef þú tókst kassið frá, atvinnuleysistryggingasjóð eða hlutabótaleið eða hvað þetta hét í COVID. Ég held að séu hömlur að þér að greiða út arð næstu ár. Já, það málið það? Ég var á smá skralli helgina með dreng sem kemur á veitingastæðum. Já. Hann sagði bara, við getum ekkert greitt okkur út strax. Já, það bara út við erum bara í bóba. Já, það svoleiðis. Jável þó þau séu með jákvæða eiginfjárstöðu? Já, ég held að vera hluti af því að fá þessa niðurgreiðslu á laununum í COVID. Að þú varst að binda hendur þínar með arðgreiðslu næstu, ég held að sé 3 ár. Já, ok. En það hlýtur þá bara að vera sem því nemur, fjandinn hafið það. Nei, með bara arðgreiðslubann, já, svo sagði hann. Ok. Athyglisvert. Þannig að sko, þú veist, út af því að það er ekki tilgreint aðra tekjur, mögulega voru bara, herru, tökum bara smá hlutabóta, 1 mánuð eða eitthvað. En við erum ekki að fara að kassa út kísukúlum á meðan. Þetta athyglisvert. En það allavega ekkert búið að vera síðustu 2 ár. Nei. Og þú veist, ef einhver tíman, þá hefði átt að gera 2021. Þetta er kenning. Þetta stórkostlegt ár hjá þeim. Þetta er kenning. Já, og bara heilt yfir. Ég held að Múlakafi standi bara nokkuð sterkum stoðum, sko. Já. Og þú veist, það er rauninni ekkert út á þetta að setja. Þetta er eiginlega bara stórkostlegur rekstur, rekstrarreikningurinn bara listaverk út af fyrir sig. Efnahagsreikningurinn frábær líka, þau eru mjög sterk við eiginfjárstöðu, gott skamtíma greiðsluhæfi á þeim. Já. Það er rauninni, ég held að sé engar áhyggjur hérna og nú, þú veist, þetta er líka bara orðin þannig samstæða. Þetta er komna fasteignir inn í þetta, alveg, þú veist. Þetta er rock solid. Bullandi fasteignasafnarna og alls konar eignadreifing og ég held að þetta sé bara eiginlega mjög nálægt að vera fullkomna fyrirtæki, sko. Já, þú segir það. Já, hinn fullkomni rekstur. Nei, ég veit ekki. Hvað er hinn fullkomni rekstur fyrir þér? Er þetta búið að vera heil lengi í gangi og hefur tekið tíma að... Banna að segja skel. Ég er ekki að segja... Hvað er hinn fullkomni rekstur? Banna að segja skel. Ég veit það ekki.
Og ekkert sem Bjarni Ármann sá. Nei. Ég veit ekki, ekki verið að setja mér svona punktin. En það sem ég ætla að segja, Ég myndi segja löður. Löður, já, svo það. Við nennum ekki að þrjóða bílan okkar. Ég er ekki að segja hérna fólki að fara að ana út í einhverja veisluþjónustu því að það sé auðvelt að græða kast þarna. Við verðum náttúrulega átt okkur að þetta fyrirtæki búið að vera starfrækt í 60 ár, sko. Og hérna... Já, vá, þeir eru 60 ára á árinu. Vel gert. Þetta búið að vera blóðsvit og tárvæntalega komið svo á þann stað sem þetta er í dag og hérna... Og þú veist, og þau hafa aldrei svona einhvern veginn farið frá upprönnum. Þau eru ennþá í sömu stemningunum og voru fyrir 60 árum. Já. Bara svona heimilsmatur og... Þannig að þetta er eiginlega bara... Kótelettur í raspi og þetta dótt. Þetta er eiginlega bara til fyrirmyndar, sko. Viltarlöggur. En þá held ég þá bara tæmdur. Var eitthvað svona sérstætt sem að þú... Sko, ég var nú bara með verðmat hérna. Já. Bara lítið og sætt. Já, ég hef ekki bara... Ég er samt með... þessu bara... Eitt hérna. Ég hef bara heimildi fyrir því. Sama hver þú ert, hvað þú heitir, á hvaða kaffið þú ert, Múla, Halla, Ármúla kaffi. Þú fær ekki 7 sinnum ebitu. Nei. Það er bara einhver gleymd þessu, hann fær ekki 7 sinnum. Það er eitthvað læra. Það er 5 sinnum. 5 sinnum? 5 sinnum ebita á 100% seljandaláni í 4 ár. Já. Og hvað? 1,5 hjarti. Já, ég minna, þú veist. Já, ok. Þú hefur rétt á þinni skoðun, hvað þetta var. Skoð, þannig að við erum að tala með einhver stekkur á þetta. Hvað er 5 sinnum 12, verður þetta ekki 72 mánuði sem þetta dreifis á? Já. Nei, 60. 60. Já. Ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur núna í 25 kúlur á mánuði. 25 kúlur á mánuði. Bara í 5 ár. Sæði 6 ár eða 5 ár? 5 ár. 5 ár. Já, 5 sinnum 60 mánuði. Já, passar. Skemmtilegt. 1,5 hjarti, ég meina það er það sem búið að byggja upp á 6 árum. Þið megið bara gera það sem þið viljið við þessar upplýsingar, kæru hlustundur, en þá held ég að við höfum þetta ekki lengra í dag. Þið voru á First North, þetta er bara stærra en mörg félögin á First North. Já, þú veist. Þetta hefur allan á potential í að banka dyrnar þar, sko. En herriði, þá þökkum við bara fyrir okkur í dag og við viljum minna á þetta á postlistan, fréttabréf Pingjunar, Pingjubandalagið, Facebook-hópin okkar Dýbind og Pingjan. Og annars byrjum við bara að heilsa í bili. Já, bara í frábæra viku og gaman að hlusta og vera með ykkur. Sömuleiðis, þangað til á föstudaginn.